fjárhags- og viðskiptanefnd. Má ég biðja lista? Mér hafa borist 2 listar, lista sem ég merki A og á eru nöfnin Guðmundur G. Þórarinsson, Árni Gunnarsson, Ragnar Arnalds, trúi ég, hér stendur Arnaldsson, og Páll Pétursson, ég leyfi mér að leiðrétta það í Arnalds. Og listi sem ég merki B og á eru nöfnin Matthías Bjarnason, Ingibjörn Albertsson, Kristín Halldórsdóttir og Friðrik Sófusson. Á þessum listum eru fleiri nöfn en kjósa skal og fer því fram kosning, listakosning. Má ég biðja að atkvæðaseðlum verði dreift. Skrifleg kosning. Hafa allir háttvirtir þingnefndarmenn skilað atkvæði sínu? Ef svo fer fram talning atkvæða. B, 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 A, B, 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 A, B, B, A, B, og A. Er þá talningu lokið. Atkvæði hafa fallið þannig að A-listi hefur fengið 21 atkvæði og B-listi 21 atkvæði. Samkvæmt 49. grein þingskapa er það svo að þegar atkvæði falla jöfn með þessum hætti þá skuli varpa hlutkesti eða milli listanna. Ég hafi hugsað mér að framkvæma það með þeim hætti sem hefðir fyrir hér í þinginu að dregnar yrðu kúlur
boxi og sú tala sem hærri væri teldist vinningur, ef ég má orða það svo. Það er að segja að sá aðili sem drægi hærri töluna hefði þá hlotið sæti. Og í samræmi við hefð hafði ég þá gert ráð fyrir því að þeir sem verið er að varpa hlutkesti á milli, þeir dræju kúlurnar úr kassan. Ef að nú svo skyldi fara að varpa þyrfti hlutkesti oftar hér heldur en einu sinni, þá sýnist mér að það sé eðlilegt að líka sé einhver regla á því hvor skuli draga fyrr kúlu úr kassa. Og ég ætla þá að leyfa mér að framkvæma það með þeim hætti að í fyrsta skipti sem hlutkesti fer fram með þessum hætti, þá verði það fulltrúi á lista A sem dragi á undan úr kassanum, en í næsta sinn verður það fulltrúi á lista B og vona ég þá að alls réttlætis sé gert. Ég vænti þess að hv. geti fallist á þessa aðferð við hlutkestið og hv. þingmaður Friðrik Sófusson og dregur nú hv. þingmaður Páll Pétursson á undan. Hv. þingmaður Páll Pétursson dró töluna 46. Hv. þingmaður Friðrik Sófusson dró töluna 26. Hv. þingmaður Páll Pétursson hefur því unnið til sætis á hlutkesti. Og samkvæmt þessu eru þá rétt kjörnir í fjárhags- og viðskiptanefnd af A-lista Guðmundur G. Þórarinsson, Árni Gunnarsson, Ragnar Arnalds og Páll Pétursson og af B-lista Matthías Bjarnason, Ingi Björn Albertsson og Kristín Halldórsdóttir. Allir háttvirtir þingmenn deildarinnar skilað atkvæðaseðlum sínum. Svo virðist vera og fer þá fram talning. B, 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 A, A, B, 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 A, A, B, B, A, A, B, A, B, A, A, A,
A, B, A, B, A og A. Og það talningu lokið. Talning hefur farið þannig að A-listi hlýtur 21 atkvæði og B-listi hlýtur 21 atkvæði og skal þá hluta fjórða sæti á þeim listum sem hér ræðir og verður það gert með sama hætti og áður og vil ég biðja þau háttvirta þingmenn Guðna Ágústsson og háttvirtan þingmann Þórhildi Þorleifsdóttir en Guðrún Halldórsdóttir dregur væntanlega fyrir hana. Háttvirtur þingmaður biðja þau að koma hér upp og þessu sinni það þá fulltrúi B-lista, háttvirtur þingmaður Guðrún Halldórsdóttir sem dregur fyrst. Háttvirtur þingmaður dró töluna 7. Háttvirtur þingmaður Guðni Ágústsson dró töluna 25. Samkvæmt þessu hefur A-listi brotið fjórða sætið og úrskurðast því rétt kjörnir samkvæmt þessu af A-lista Ólafur Þ. Þórðarson, Árni Gunnarsson, Hjörleifur Guttormsson og Guðni Ágústsson og af B-lista Friðjón Þórðarsson, Ingibjörn Albertsson, Matthías Á. Matthísen. Borist hafa tveir listar, annars ég nefni A og á eru nöfnin Guðni Ágústsson, Árni Gunnarsson, Ragnar Arnalds og Alexander Stefánsson og Málmfríður Sigurðardóttir. En það svo að fram eru borin fleiri nöfn en kjósa skal og fer því fram kosning og þau biðja starfsmenn þingsins að dreifa seðlum. Þingdeildarmenn skila atkvæðaseðlum sínum. Svo virðist vera og fer þá fram talning. B, A, B, A,
og A. En hefur kosning farið svo að atkvæði standa jöfn. A-listi hefur hlotið 21 atkvæði og B-listi 21 atkvæði og verður þá hluthafuðum sæti. Og vil ég biðja háttvirta þingmenn Alexander Stefánsson og Málfríði Sigurðardóttur að ganga hér fram og taka þátt í happdrættinu. Og þessu sinni það A-listi sem dregur fyrst háttvirtur þingmaður Alexander Stefánsson. Háttvirtur þingmaður hefur dregið töluna 26. Háttvirtur þingmaður Málfríður Sigurðardóttir hefur dregið töluna 20. Og hefur því A-listi haft betur í þessu hlutkesti og fara með kannski óska eftir því að kassin verði hristur. Samkvæmt þessu eru réttkjörin í landbúnaðarnefnd Guðni Ágústsson, Árni Gunnarsson, Ragnar Arnalds og Alexander Stefánsson. Beðist afsökunar, ég hef farið línufelt. Það verður næst kosið í sjávarútvegsnefnd og enn biðja lista. Og ég ekki einu sinni búinn að læra hér á bjöllukerfið, en það var meiningin að deila út atkvæðaseðlum. Ganga hér fram og draga kúlu úr kassa svo hlutkesti megi eiga sér stað. Og hafi ég ekki fyrrpast þá nú röðin komin að fulltrúa B-listans að draga undan. Guðrún Halldórsdóttir. Ég gá fyrst sjálf. Erum við saman það háttvirtur þingmaður þessi talan 29? Ég syng. Þetta var
að tala 45 sem hv. þingmaður Guðni Ágústsson. Samkvæmt því hefur hv. þingmaður Guðni Ágústsson haft hærri hlut í þessu hlutkesti og eru þá rétt kjörinn af A-lista Alexander Stefánsson, Jón Sæmundur Sigurjónsson, Geir Gunnarsson og Guðni Ágústsson, en af B-lista Matthías Bjarnason, Hreggviður Jónsson, Kristín Pétursson. Þá fer þá fram kosning í iðnaðarnefnd, má ég biðja lista. Þingmaður Sighvatur Björgvinsson og fyrir að taka til máls kosningu. Herra forseti, ég vil eindregið fara þessu leið svoleiðis að fara ekki á milli mála hvenær verið að kjósa og menn séu ekki fjarstaddir að virðulegur forseti hringi bjöllunni í hvers skipti sem gengi eftir kosninga. Og vek athygli á því að öllum háttvirtum deildarmönnum virðist ekki vera það ljóst hvenær verið að kjósa. Það sjálfsagt að vera við þessum tilmælum og skal nú bjöllur hringt ef að það verður megnir eftir. B, A, B, A, Og vil ég þá biðja háttvirta þingmenn Pál Pétursson af A-lista og Geir H. Haarde af B-lista að ganga hér fram og taka þátt í hlutkestinu fyrir hans sína lista og sjálfur sín. Og nú kemur það í hlut fulltrúa A-listans háttvirts þingmanns Páls Péturssonar að draga listu. Og háttvirtur þingmaður hefur dregið töluna 53. En háttvirtur þingmaður Geir H. Haarde töluna 2. Eftir að taka til máls og endanlegum kosningu. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, það er nú komið fram yfir miðjar kosningar í nefndir og við höfum orðið áþreifanlega vör við það að ríkisstjórnin, hún hefur ekki meirihluta og þar af leiðandi er það á fölskum forsendum sem ríkisstjórnin hefur verið mynduð. Nú hefur sá huldumaður sem að ekki hefur komið fram, ekki fundist. Já, ég vil þá taka undir það að hann getur vel verið í kassanum, en þá í því tilfelli eru fleiri þingmenn hér inni, þó ósynlega sé, heldur en lög segja til Þannig að þessar kosningar eru þá allar ólöglegar. En
Hæstvirtur forseti, hann gerði fyrirspurn áðan úr ræðustól. Hann sagði, enginn sem saknar félaga síns eftir að hv. þingmaður Sighvatur Björgvinsson gerði athugasemd við það að annar þingmaður var fjarverandi við síðustu atkvæðagreiðslu. Og ég vil þá endurtaka spurningu forseta, einhver hér sem saknar félaga síns? Ég vil halda því fram á þeirri staðreynd sem þegar er orðin ljós að ríkisstjórnin sem nú situr, hún er mynduð á fölskum forsendum og það harma ég. Hv. þingmaður hefur